tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komiði sæl. Í dag langar mig til að kenna ykkur að útbúa blómkálspopp. En það einstaklega hollt og mjög smart að nota grænmeti sem millimál, til dæmis í vinnunni. Þannig að ég búin að næla mér nýblómkál og búin að choppa það mjög smátt niður fyrir ykkur. Og mér finnst mjög gott til dæmis að skera bara vel stönglana af og gera þetta svona í munnbitum, þannig að maður getur bara svona leikandi fengið sér bita við og við. Og þetta mjög einföld uppskrift og við skulum bara byrja á þessu. En ég ætla að blanda við blómkáli, þá ætla ég að setja 2 matskeiðar af næringageri. En næringager einstaklega B-vitaminríkt og gefur svona hálfgjört ostabragð. Það gefur þessu opaslega svona djúpt og gott, svona crunchy bragð. Breytir þessu eiginlega svolítið í svona popp. Og svo ætla ég að setja smá sítrónu ólífuolíu. En þessi ólífuolía í algjör uppáhaldi hjá mér vegna þess að hún breytir einhvern veginn öllu grænmeti í eitthvað óbærslega gott. Og sumir eru ekki mikið fyrir að borða mikið grænmeti og þetta svona pínu töfratrix til að koma ofan í okkur meira grænmeti. Af því að hún svo fersk, það svona pínu sítrus kemur af henni, þannig ég ætla að nota hana í blómkálspoppið. Og svo ætla ég að setja hérna eitt af mínum uppáhaldskryddum, þetta svona grunnkrydd. Og það chili og það alls konar kryddjurtir og þetta poppar þetta svolítið vel upp. Þannig að það kemur svona ekstra gott bragð. En þið megið náttúrulega alveg nota bara sjávarsalt, þið megið nota hvaða olíu sem þið viljið og þið megið þess að setja bara, alls konar krydd á þetta. Þannig að við ætlum bara að byrja á þessu. Setjum hérna bara smá salt á þetta og mér finnst ágætt að miða við svona, kannski hálfa til 1 teskeið og ég nota yfirleitt alltaf bara 1 blómkálshaus. Þannig að það bara fínt að miða við það, þá þið ekkert að fara, maður vill kannski ekki alveg, maður þarf ekki að eiga þetta alveg í marga daga. Maður bara naslar á þessu svona við og við. Svona, svo ætla ég að setja 2 matskeiðar á næringagerinu og það nú ekkert margir sem vita í rauninni hvað það er. Það þetta svona heilsugúmmulaði og þetta eins og ég segi, þetta oft notað líka á grænkálsnakk. Maður getur notað þetta út á annað grænmeti sem að obbaka, maður getur sett þetta í til dæmis þegar maður að gera pesto, þannig þetta gefur svona auka, þetta svona X-faktor, hvað var maður að segja, þetta svona ívið svolítið vel í bragðið. Þannig að gerum þetta svona, 2 matskeiðar, þá verður þetta líka bara svona fallegt á liti, það kemur svona gylltur litur á þetta. Og ég ætla að setja svona 1 til 2 matskeiðar af ólífuolíu. Og við náttúrulega eigum alltaf að vanda svolítið vel valið þegar við erum að kaupa okkur óljur. Við kaupum bara kaldpressaðar, helst lífrænar óljur. Þær eru svo mikilvægar fyrir heilsuna og við þurfum að vera duglega að nota góðar óljur. Það sem ég geri núna, ég hristi þetta bara saman. Þannig að þá svona poppar þetta eins. Það kemur svona pínu popphljóð. Þannig að svona, svo gerir þetta bara svona. Þetta bara klárt. Svo setjum við þetta bara í. Og það sem ég geti gert líka, þið megið alveg ef þið viljið obrista þetta. Þið eru búin að græja þessa blöndu og ef þið eru ekki mikið fyrir að bóla hrátt grænmeti og þið viljið frekar hafa það eldað, þá ekkert mál að setja þetta bara inn í obrista þetta í kannski 15-20 mínútur og þá kemur, þá verður þetta mýkra. En mér finnst rosalega gott að fá þetta bara svona hrátt. Og það sem að blómkálið gerir fyrir ykkur að blómkálið inniheldur K-vítamín sem mjög mikilvægt fyrir beinheilsu. Það inniheldur fullt af góðum trefjum fyrir meltinguna. Það inniheldur C-vítamín og það mikið C-vítamín að það til dæmis góður skammtur af blómkáli í rauninni inniheldur 77% af inntökun okkar C-vítamín á dag. Þannig að við erum í rauninni að ná inn fullt af góðum næringarefnum og plús það þetta mjög gott fyrir lifrina. Þetta styður við afeitunarferli í lifrinni. Sem náttúrulega einstaklega gott fyrir okkur. Þurfum alveg að huga lifrinni reglulega. Þannig að þetta bara svona gott snart milli mála, gott að kippa þessu með sér í vinnuna eða bara sem kvöldsnart þess vegna. Þannig að bara takk fyrir mig.